Já, ég þýddi sem sagt Orlando eftir Virginia Woolf sem að kom út 2017, einn skemmtilegasta skáldsaga heimi, segi ég. Og svo var að koma út núna þýðing mín á minningabrotum hennar. Útlínur liðins tíma heitir þetta. Hjá mér, Sketch of the Past á Frumálinu. Og sko þetta eru sjálfsævisögulegar pælingar, minningar hennar. Hún skrifaði aldrei eiginlega sjálfsævisögu sína, en skildi eftir sig þessi minningabrot sem að voru svo gefin út að henni látinni. Og þetta er mjög merkilegt verk, varpar miklu ljósi á skáldsögur hennar, sérstaklega á út í vitan, þar sem hún byggir svo greinilega á fjölskyldu sinni og foreldrum. Og í þessu broti segir hún sem sagt frá uppvexti sínum og öllum þeim áföllum sem hún varð fyrir í æsku. Hún missi móður sína mjög ung og síðan systur sína og bróður og þetta eru mikil áföll á unga mannesku sem að, og margir telja þarna liggi rótina hennar sálrænu vandamálum sem að þekkt eru. Hún tók jú sitt eigið líf og glímdi við sálræn vandamál. Hún lýsir líka fleiri áföllum sem að tala beint inn í umræðin í dag, kynferðislegu ofbeldi af hendi stjúpbróður síns. En það er eiginlega tvennt sem mér finnst merkilegast í þessari bók. Það er annars vegar sko lýsingin á þessu viktoríanska uppeldi á föðurnum sem að var mjög þekktur maður sinni tíð en var mikill harðstjóri og þótt hann væri líka að vissu leyti víðsýnn. Hann til dæmis hvatti hana til að sjálf mennta sig. Hún fékk ju ekki að fara í skóla eins og bræðurnir, en hann átti mikið bókasafn og hún mátti lesa hvað sem og ekkert var bannað. Og hún fékk heimakennslu í grísku og latínu og klassískum bókmenntum og hann hvatti hana þar og hvatti hana svo líka til að skrifa. En hann var alveg dæmigerður Viktoríu karlmaður og gerði miklar kröfur til dætra sinna og ósanngjarnar, sérstaklega eftir að móðirin var dáin. Þá gerði hann alveg óbærilega kröfur til þeirra og skildi ekki þeirra sorg og tók enga þátt í því. Sorgin var hans að hafa mist konuna sína. Nú svo þegar hann deyr, þá verður þvílík bylting í lífi Virginíu og systkina hennar. Þau flytja í sem sagt Bloomsbury hverfið í London og hefja mikið bóhema líf. Breyttu öllu í sínu lífi, klæðaburði og köstuðu öllu þessu gamla fyrir róða og stofnuðu þennan listamannahóp sem að kallaður Bloomsbury Group, sem að hittist á heimili þeirri systkina og þarna voru listamenn og heimspekingar og rithöfundar og margir voru opinskáir með sína samkynhneigð sem að var náttúrulega mjög óvenjulegt á þessum tíma og það er mjög gaman að lesa þetta þunga viktoríanska samfélag og svo byltinguna sem verður eftir að faðirinn deyr og fyrir sko utan þarna þessa ljóðrænu lýsingu á æskunni. Og svo alla pælingarnar það að skrifa sjálfsævisögu fræði. Þetta er svona bók sem er eitt af grundvallarritum þar.